Ok, þessu dæmi við byrjum að finna annars stigs Taylor-margliðu sem ég kallaði hérna bara P2 af x fyrir fallið e í x mínus 1. Og svo ætlum við að finna minnsta bil sem inniheldur e í mínus 1,1. Ok, við byrjum á að gera þetta bara með að reikna stuðrana. P2 af x myndi þá vera f af mínus 1 pluss f mert í mínus 1 sinnum x mínus mínus 1 pluss f tvímert í mínus 1 deilt með 2 rópmert sem bara 2 sinnum x mínus mínus 1 í öðru. Við þurfum sérst í annarstigs Taylor-margliðu að fara upp í annarstigs margliðu, sérst hæsta veldi þarf að vera 2. Ok, ef við reiknum út stuðlana hér, við sjáum að f af mínus 1 er e mínus 1 eða 1 á móti e og f diffrað er náttúrulega e í x og f tvídiffrað er líka e í x, alveg sama hvað við diffrum oft fá alltaf e í x. Þannig að þessar stærðir báðar eru e í mínus 1. Og við setjum inn í formúlun okkar og þá fáum við P2 af x er 1 á móti e pluss 1 á móti e sinnum x pluss 1 pluss 1 á móti 2e sinnum x pluss 1 í öðru. Og við erum komið með annarstigs Taylor-margliðu fyrir fallið e í x mínus 1. Veldin er x mínus 1 og x mínus 1 í öðru. Nei, x mínus mínus 1 fyrir ekki. Ok. Svo ætlum við að nálga gildið e í mínus 1,1. Þá notum við P2 og setjum 1,1 inn í það fall. Þá fæ ég e í mínus 1,1 nálgun. Ok, setjum inn í þetta fall, þá fáum við 1 á móti e er saman og liður hann að tekja út fyrir svega, þá er það 1 pluss mínus 1,1 pluss 1 pluss hálfur sinnum mínus 1,1 pluss 1 í öðru. Þetta verður svo mikið sem 1 á móti e sinnum 1 mínus 0,1 pluss þetta verður mínus 0,1 í öðru, þetta verður það 0,01 deilt með 2. Þetta verða sem sagt 0,905 á móti e sem er sirka jafnt og 0,3329331. Og hafa tölvöld marga aukastafi hérna. Ok, þannig að þetta er matið okkar. Nú skulum við meta hver skekkjan er. Við reiknum e2 af x til að byrja með. Það er þá f þrisvarsundiffrað í punktunum s deilt með 3 rópmert sinnum x mínus mínus 1 í þriðja. S er tala á milli x og mínus 1. Sér svona. Ok, við höfum nú bara áhuga á skekkinu akkurat í þessu tilfelli. Við ætlum að reikna það út, e2 af mínus 1,1. Það er f þrisvarsundiffrað verður það bara e í x, þannig að sem fall af s verður e í veldinu s, deilt með 3 rópmert sem er 6, sinnum mínus 1,1 pluss 1, það verður mínus 0,1 í þriðja veldi. Það verður sett mínus 0,001 deilt með 6 sinnum e í veldinu s. Og s er núna tala á milli mínus 1,1 og mínus 1. Að skrifa þannig að skiljist, það væri voða gott. Ok, við sjáum í fyrsta lagi e í veldinu s vitum við er alltaf pósitív stærð, þannig að við erum með villulið sem er neikvæð stærð. e2 af mínus 1,1 er minna en 0. Þá vitum við líka að f af x, tökum við þetta bara alveg konkrétt, f af mínus 1,1 er minna en l af mínus 1,1. Muniði að fallið okkar er jafnt og endastigs Taylor-margliðan pluss villuliðurinn. Það þýðir náttúrulega líka að villuliðurinn er f mínus Taylor-margliðan. Þannig að ef e er mínustala, þá vitum við að þessi hérna var stærri en þessi hérna. Taylor-margliðan var stærri en fallið. Og hérna skrifaði ég óvart l af gamnum hana. Ég biðst afsökunar. Þetta á að vera P2. Ok.
þá er það stærðargráðumæling á þessari stöðu. Tökum E2 af mínus 1,1, tökum tölugildið af honum. Það fáum við E í veldinu S sinnum 0,001 deilt með 6. Svo skoðum við þetta. Við vitum að E í veldinu S er alltaf vaxandi fall. Alveg sama hvar ég er, að þá sér í lagi á milli mínus 1 og mínus 1,1 og mínus 1. Þannig að stærsta mögulega tala sem við getum fengið á þessu bili, þetta er alltaf minna eða jafnt og 0,001 sinnum E í mínus 1 deilt með 6. Það er vaxandi fall, ég er hérna í mínus 1 og mínus 1,1 og mínus 1 hérna. Þannig að stærsta mögulega gildi hlýtur að vera hérna í seinni punktinu. Ásækja afleita mynd. Þannig að þetta er stærsta mögulega gildi. Þetta gefur mér 6,131 sinnum 10 í mínus 5. Þannig að minnsta bil sem inniheldur tölun okkar E í mínus 1,1 er örugglega stærra jafnt og 0,33291 mínus 6,131 sinnum 10 í mínus 5 og örugglega minna því jafnt og 0,33291. Munið að þetta var ofmat vegna þess að villan var neikvæð, þannig að við þurfum ekki að leggja við villuna hérna fyrir ofan. Og já, skulum pröfa að sjá hvað reiknivél myndi gefa. Gefur 0,33287 og við þurftum að reikna út úr þessu til að sjáum hvað gerist ef við reiknum út úr þessu, fáum við 0,33287. Það aukastafni hérna duga ekki til að gefa eitthvað mun á E-1,1 hérna og með að við matið okkar. Þannig að sannarlega er rétt gildi hérna á bilinu okkar með þó nokkuð mörgum aukastöðum jafnvel.